Jæja, og þá skoðum við nautið. Ágúst 2021 fyrir naut. Og svo ég haldi minn vanagang, þá ætla ég að byrja að taka fram að þetta allt saman gert í flæði. Það eru rosalega mörg naut til í heiminum og mörg á Íslandi. Ég get ekki verið tengd inn á hvert eitt og einasta og þið eru ekki öll tengd inn á sömu bylgjulengd. En mörg ykkar eru kannski á okkur svona svipaðri bylgju og ég tengi mig inn á einhverja af þeim bylgjum. Þannig að það er ekkert óeðlilegt þó að það sé ekkert endilega öll naut sem tengi við þetta. En eins líka ef þið tengið ekki við þetta, þá getið við kanna hin merkin og þegar þið kannski tengið fyrir eitthvað annað hús. Við erum í ljósmerkinu, við erum komin inn í ágúst í ljósmerkina í sólartíðina, þannig að sólarmerkin ætti að vera kannski svolítið ríkjandi en þið getur aðtöga með rísandi tungl eða rísandi merki. Prófa það, tekka á hinum myndböndunum frá mér. Og eins og ég sagði þá er þetta allt gert í flæði þannig að tíminn er svolítið svona afstæður, það getur vel verið að þið séu búin að þessu. Kannski er þetta ekki fyrir ágúst, heldur fyrir september, þú veist þetta getur, kannski eru komin inn í þetta ferlið. Ég segi þetta er það sem býðið inn í ágúst en þú ert kannski byrjuð á þessu. Það getur vel verið og eins kyn ofboðslega sveigjanlegt, sambönd mjög sveigjanlegt. Þú veist við erum að tala um, það er að segja ef ég segi karl eða kona þá getur það alltaf verið eitthvað þveröfugt. Samböndin, þú veist, þegar við tölum náin sambönd, þetta er ekki endilega alltaf bara maki, þú veist, eða ástin og rómantíkin, við erum í allavega samböndum og það er líka sko vinnufélagar, það eru foreldrar og systkini og fransystkini og vinir og vandamenn og alls konar. Þannig að þar sem þetta er svona stór og opin spá, þá kannski bara hagræðið þið svolítið eftir ykkar eigins og sjáu hvort þetta passi við einhverja staði í ykkar lífi. Ef ekki þá bara prófum við aftur næst. Þá kannski verið komin inn á ykkar bylgju. En þá skulum byrja því að taka hvaða naut er ég að lesa fyrir. Ok. Flokkar. Þetta er svona nauti sem ég er að lesa fyrir. Svo ætla ég að taka hvaða uppákomur bíða þessa nauts í ágústmánuði. Uppákoma eða uppákomur, eitthvað svona afgerandi. Svo skulum við fá smá leiðsögn fyrir þessi naut. Fyrir þessar uppákomur. Hjópa sér, en þetta er alveg aðsilegt. Og smá niðurstöðu. Okay. Og þá ætla ég að fá það sem er nautinu falið. Neðst. Svona. Nautið sem ég er að lesa fyrir. Nautið sem ég er að lesa fyrir er hérna eitthvað riddari sverðu sem er tilbúin til athlugu og er komin af stað í eitthvað svona, veist, svo reiðubúin, svo tilbúin, svo hérna vil bara fá að hérna
fara núna, gera þetta núna, græja þetta, gera þetta og bara kippa hlutunum mál. En þetta kannski svolítið fljótfærni í nautinu því að örlögin að segja að bíða. Örlögahjólið hér á hvolfi, þannig að þér sagt að bíða. Þú getur ekki alltaf rokið af stað. Þú verður að bíða stundum betri tíma, þú verður stundum að leyfa hlutum að meldast og þú verður að gæta þolinmæði. Af því að það eitthvað í grunnelementunum þínu sem ennþá, þú þarft ennþá að vinna eitthvað í þínu grunni, þú þarft ennþá að strípa eitthvað lengra inn í þig, lengra inn í grunnstofuna þínar hérna í turninum, af því að það eitthvað sem ennþá að íþyngja þér. Þú upplifir sjálf þessu ábyrgðlega tilbúin til átaka, en örlagahjólið að segja þér núna, nei, bíddu. Þú átt ekkert að fara af stað strax. Þú þarf fyrst að klára þína vinnu. Ég veit þú upplifir þig rosalega tilbúin, en það ennþá, þú ert ennþá með eitthvað sem íþyngja þig og gera þér að verkum að þú ert ekki ná eins langt og ert ekki ná að fljúga eins hátt. Af því það ennþá eitthvað í grunninu þínu sem þú þarft eitthvað að hreinsa upp, það eitthvað sem þú þarft ennþá að hreinsa upp. Og það sem að bíður þig núna í ágúst að þú ert að fara inn í eitthvað nýtt prójekt, eitthvað nýja vinnu, eitthvað sem sagt, það eitthvað nýjung og nýtt tilboð varðandi passjónið þitt, iðnanum þína, það sem þú gerir, vinnuna þína, hvað nú. Þegar þessi ás í vöndum, hann, sem sagt, þetta svona snillingurinn á sínu sviði. Þú ert að fara blómstra og njóta þín á þínu sviði. Og þú hefur með þér svo miklu stuðning. Með þennan tvist í vöndum þá þú ert með rosalega stuðning með þér. Þú sér það þeir sýnda þetta hérna alveg. Þeir hérna tveir sem halda undir byrðirnar með þessum hér. Þannig að þú ert með rosalega stuðning í þessu nýja projekti sem þú ert að fara inn í. Og þetta snýr svolítið að þessari grunnvinnu sem við þurfum að skoða betur aftur og eftir. Að það eitthvað sem mun koma á yfirborðið. Og í rauninni þá mun allt koma upp á yfirborðið. Það mun ekkert verða þér falið lengur og þetta og það munu vera fleiri en einn vinkill á málunum, en þetta verður grisjað. Þetta verður grisjað í sundur, þetta þarf alltaf að koma upp á yfirborðið til þess að sé hægt að grisja úr því og flokka þetta niður hvert og að fara hvert, hvað á að fara hvert, hvað ætlar að taka með þér og hvað ætlar að skilja eftir og hvað, þú veist. Það verður útkljáð þessi mál og þá færist þú í miklu meiri þroska. Þá nærð þú miklu ofar. Þá í þessum kongi í sverðum, og við tökum til samanburðar þessi hérna sem svona heftur, það eitthvað íþyngjandi af því að hann ekki alveg búinn með grunnvinnuna sína, hann þarf að gera eitthvað meira, að þá hér þessi kongur, hann flýgur hann miklu meira frjáls, hann fær meira frelsi. Þannig að það eitthvað í grunnvinnunni sem þú þarft ennþá að gera til þess að fá meira frelsi. Þess að fara myndavélina. Og þá skoðum við hérna leiðsögnina. Þig vantar svolítið jafnvægi og aftur kemur þetta, þú átt til að fara svo geyst af stað í hlutina og þá ferðu oft á hvolf. Þú ert hérna með réttlætið með þér, þannig að þetta fer alltaf allt á réttan veg, það að segja í samræmi við allt sem þú ert búin að gefa í hlutina, það stendur með þér og þú færð það alltaf tilbaka. Þannig að ef þú ferð af stað án þess að vera kannski búin að gera, án þess að vera búin að leggja jafnt á vogaskálanar, þá kollvarpastu og endar á hausnum. Það einhver efni, það ennþá eitthvað í myrkrinu sem að þú ert, það að segja þínu eigin myrkri, í þínu eigin persónulega myrkri. Aftur við tölum grunnvinnuna,
það er ennþá eitthvað sem þú ert ekki að vilja sjá. Það er eitthvað sem þú ert svolítið að tipla tánum kringum að þú þorir ekki að kíkja á, eitthvað mjög djúpstætt. En þú verður að fara að horfa á heildarmyndina. Þú getur ekki skilið eftir eitthvað 1 eða 2 element eftir sko út úr myndinu. Þú verður að sjá heildarmyndina til þess að sko komast lengra í því sem þú ætlar að gera. Það eru alveg rosalega tilboð sko tækifæri að fara að koma upp hjá þér núna bráðum, en þá fer bara algjörlega eftir hvað þú ert búin að vinna mikið fyrir hlutunum og hvernig það endar sko, og þú verður að passa þig að fara ekki með eitthvað gamla skít með þér inn í þetta verkefni sko, að því að þá endur á hausnum, þá ferðu á geista stað. Og það er það sem er réttlátt í dæminu, í rauninni, bara því miður. Þetta er svolítið svona, þú uppskriftir það sem þú sáir. En það er eitthvað í grunninu þínu sem þú þarft að gera upp betur áður en þú ferð inn í þetta nýja verkefni hér, þar sem þú færð svona blómstur rosalega. Ef þú klárar ekki grunnvinnuna þá færðu ekki þetta frelsi sem þú vilt, sko. Og niðurstaðan hérna, einmitt, ef þú brúar þetta bil varðandi sjálfa þig, ef þú klárar þessa vinnu, ef þú klárar þessa grunnvinnu, þá farðu að vera hérna í jafnvæginu, í innsæðinu, þá verður þú miklu jafnari sjálfur þér. Þá getur þú svo ofboðslega mikið og ert með ofboðslegan þroska, þú veist, og svo mikla tilfinningalega greind, sko, innsæðið hérna, sko, þá nærðu að gera svo mikið og þú þarft ekkert að hræddur að gera þenni mistök af því að innsæðið verður orðið svo sterkt, af því að þú verður komið svo mikið þroska og þú verður orðið svo mikið sérfræðingur sjálfur, sko. Það er að segja að þegar þú klárar þetta dæmi, þú brúar þetta bil, sko, ég veit hvað sem það er, sko, varðandi, hvort það sé varðandi einkalífið þitt eða vinnuna þína, það er eitthvað sem þú þarft að klára til þess að geta orðið þessi ofboðslegi snillingur sem þú ert, til þess að geta virkilega, sko, bara verið í flæði sem þessi leiðbeinandi, sem þessi snillingur hér, sem þessi ráðgjafi, þessi verkfræðingur hérna sem er með öll verkfærin og kann allt og veit allt, sko, og flæðir í svona tilfinningulegu jafnvægi með innsæði sitt algjörlega hreinu og allt í jafnvægi sem að, sko, getur skapað í rauninni allt sem að þeim dettur í hug, en þú þarft að brúa þetta bil fyrst, þú þarft að fara inn í grunninn og losa þig við einhverja byrði, að það þangað til, þá er allt sett á stopp fyrir þig, sem er mjög óþægilegt af því að bara núna í ágúst þá er sko, það ert að fara inn í eitthvað svakalegt prójekt. Það ert að fara inn í eitthvað svakalega vinnu og eitthvað svakalegt prójekt sem að getur veitt þér svo óbúðslegt frelsi. Og þú ert með svo mjög stuðning í þessu og það kemur allt upp á yfirborðið til að grisja þig upp. En það er eitthvað sem þú þarft að klára fyrst. Og þú verður að passa þér hætti til að alltaf fara á geist og stað. Það er þroskastig hér á milli riddar og kóngs sem þú verður svolítið að virða. Ef þú ætlar að ná hingað upp, ef þú ætlar að verða kóngurinn í ríkinu, þá þú getur ekki alltaf hagað þér þessu riddari, sko. Þetta er svolítið þú þarft að taka inn einhvern þroska. Já, hefði. Hreinlega var eitthvað vitlaust í fangarinn. En þá ætlum við að fá það sem er falið frá nautinu. Ég veit ekki af hverju ég fór alltaf inn að stokka bunkan aftur, en það greinilega þurfti eitthvað aðeins að hrista upp í þessu. Hérna er eitthvað á rungunni. Ég hef kannski ekki stokkað ná að vel á hann. Hvað er nautinu falið? Rosalega er þetta eitthvað tregt. Elskanirnir, að vera blindaður stundum svolítið af
hvort sem það er partnerinn eða hvort sem það er samböndin í lífinu, vinuðinn, þú átt til að blindast svolítið af ástinni og blindast af þú blindast af fegurðinni, blindast af freistingunum og já, mögulega blindast af nýjum tækifærum varðandi ást og rómantík, en það getur orðið svo varasamt að já, það er rosalega gaman, það er rosalega spennandi, en það þarf svo óbáslegt jafnvægi til þess að það virki og við ljósa þess að þetta er eitthvað sem þér er falið, það vantar ekki að þú ert elskað. En hins vegar þá er þetta þessar tveir þeir horfa bara í augun á hvort öðru og vita ekki lengur hvort er hvað. Þú þarft eitthvað að gera upp og greina hér, af því að þú átt til að blindast svo í þessum málum. Og þá fyrir vikið þá dettur í eitthvað þá ætti það til að verða eitthvað neginn svona dómharðari eða gagnrýnni eða svolítið stífari, dettur jafnvel inn í eitthvað hroka. Þetta er allt svo óbærslega spennandi, en ég fæ svolítið að þú ert svolítið blindur á sjálfan þig, af því að þú ert svolítið blindur á, held ég, stundum eigin, svolítið á eigin hroka. Það kemur fyrir besta fólk að verða hrokafullt. Og þar liggur svolítið þinn vanþroski, eins og við séum, hérna er annar riddari. Við vonum með þannig hérna sem vill fara alltaf svolítið geist af stað. Og það var þessi hérna, hann vill til að dæma svolítið harkalega og hann er svolítið stór í skapinu og hann er svolítið heitfengur og svona verður heitt í hamsi yfir hlutunum. Og hann er, hann heldur að hann sé þessi keisari, en staðreyndin er svo að hann er bara riddari. Hann er ekki kominn þetta langt í þroskaferlinu að hann hélt. Aftur, innsæið. Hér er á hvolfi. Þannig að það segir mér það er eitthvað ójafnvægi í innsæinu og hérna kemur svo sterkt inn að það er eitthvað blinda á sjálfið. Þú ert ekki áttaði alveg á því að þú getur líka verið svolítið óréttlátur af og til, hvort sem það var sjálfum þeirra öðrum. Þú átt ennþá alveg talsverða leið eftir. Þú ert ekkert komin á toppinn. Þó þú sért hætt að klífa fjallið og þetta er orðið svona tröppulagt og fínt, þá er samt alveg hellingsleið eftir, þú sér það. Aftur, tunglið. Það er þér eitthvað falið. Og það er eitthvað sem þú ert ekki að sjá og það er, hvað var það sjálfa þig? Það er eitthvað sem þú ert svolítið, aftur, vilt ekki viðurkenna fyrir sjálfum en varðandi þitt eigið, svolítið þitt eigið ego, Það er eitthvað, þú ert eftir að hoppa í eitthvað þroskastigina en þú ert bara svolítið blindur eða blind á það hjá sjálfu þér. Og þú þarft að klára að, þú þarft svolítið að gera það upp við þig þetta element áður en ferði inn í þetta verkefni, af því annars annars ertu að fara á snemma inn í það. Annars ferðu á snemma inn í verkefnið, ef þú klárar ekki að þetta þroskastig. Við skulum fá hérna in-betweens á þetta. Ok, ég er ekki alveg viss, nei. Fáum in-betweens á hvaða naut ég er að lesa fyrir. Þetta er mikið. Ok. Og svo ætlum ég að fá fyrir uppákomuna, þetta nýja tækifæri sem getur veitt svo mikið frelsi.
fáum á leiðsögnina. Þannig að þú getur fengið þess að betri yfirsýn sem þú þarft. Og fáum fyrir niðurstöðuna. Niðurstaðar. Ætla vel að það býður eitthvað eftir sér, þetta er svona loading. Ok. Það er það og þá ætla ég að fá það sem er falið á botninn. Ok, frábært. Nautið sem ég er að lesa fyrir, við vorum að tala um það að þetta er eitthvað sem á til að fara svolítið geist af stað, er svolítið flótfær, en það er haldið aftur, örlögin halda hreinlega aftur að þér að þú þarft að fara í eitthvað meiri grunnvinnu því að það er eitthvað sem er að hefta þig. Aftur, þú ert einhvers staðar sofandi á verðinum. Sýna ykkur hérna. Þau eru að hugsa 3 af 4. En þau eru sofandi á verðinum og þau veit ekki hvað er að gerast á bak við tjöldin. Þetta er það sem er þér falið aftur. Þú ert á einhverjum vígstöðum sofandi á verðinum. Þú hefur rosalega aðstoð með þér og þú þarft að biðja aðstoð. Þú þarft að leita þér aðstoðar við þessi verkefni og vera svolítið auðmjúkur í því. Ekki að sem sagt, biðja aðstoð út frá ég er svo frábær, heldur biðja aðstoð þegar ég stundum þarf ég bara hjálp, stundum get ég ekki allt. Þú ert að leita hérna inn í skjól hjá einhverjum öðrum. Þú ert að sækja náðina. Af því að þú ert ennþá í rosalegu þroskaferli. Það er ofboðslega mikið búið að gerast hjá þér gegnum tíðina og það sem þú hefur upp á að bjóða er orðið rosalega gott og skínandi og dýrmætt og þú hefur eitthvað einstakt sem að enginn annar hefur. Það vantar ekki. Það vantar ekki að þú ert með eitthvað í höndunum sem að er algjörlega einstakt og aðeins þú getur boðið upp á það. En þú þarft auðmýktina. Þú þarft að vera auðmjúk og leita þér eitthvað aðstæður af því að á einhverju vígvelli þá ertu sofandi á verðinu og þá er hættið þú glatir þessu sem að er svona óbúslega verðmætt og einstakt. Það er eitthvað eftir í grunninu þínu sem þú þarft að losa þig við. Það er heftandi. Og varðandi uppákomuna, já, vorum að ræða það, eitthvað nýtt verkefni að fara í gang sem þar sem þú getur virkilega látið hæfileika þína blómstra og þú ert með allan þann stuðning sem þú gætir mögulega þurfað í það. En þetta mun fara þannig að það verður, þetta verður allt flokkað og úrvinnslan verður þannig að allt fer á sinn stað og þá er bara, eins og við ræddum með jafnvægi líka áðan sem Justice að það verður alltaf skorið úr hvar hlutinni lenda
En þetta gífurlegt tækifæri fyrir þig til þess að öðlast alveg rosalegt frelsi heilt yfir lífinu. Kemur enn gosinn og þetta einhvers konar svona, hvað kallast svona vígdóms athöfn. Þetta svolítið þú ert að fermast eða hvað nú, siðfesta eða hvað. Þetta eitthvað svona vígsla, þetta eitthvað athöfn, þetta svona, þú ert að undirbúa þig inn í næsta þroskaferli og því fylgir svo gífurlegt frelsi, en það ekki laust við að það sé eitthvað átök í því. Og það eitthvað sem þú skildir eftir í fortíðinni sem að valda þér rosalegum söknuði og hjartasárum, eða söknuður kannski ekki alveg rétt orðin, en það einhver stingur á fortíðinni sem að situr í þér og þú ert ennþá alltaf að leita svolítið í fortíðina. Það eitthvað í fortíðinni sem að kalla til þín að biðja athygli og þú getur ekki sleppt því. En það líka það að þú fórst frá því vísvitandi til þess að halda fram inn í lífið. Það samt fylgjandi þér. Þú ert ekki orðin hlutlaus gagnvart því. Kemur aftur turninn. Það þarf að, það einhver blekking, einhver tálsýn sem að mun verða splundruð frá augum þínum. Þannig að þú getur þá loksins farið að stefna í nýja átt, og fara í einhver aðra átt, fara eftir nýrri leiðastjórnu. Þetta það sem að fylgir þessu nýja verkefni, En það eitthvað hérna í fortíðinni sem að ennþá að valda þér miklu sársauka og að hefta þig í því að halda áfram, Það ennþá eitthvað í grunnvinnunum þínu sem að þú þarft að klára. Og varðandi leiðsögnina, við vorum búin að sjá það, þú þarft að klára þetta verkefni þegar annars mun réttlætið bara gera sitt og þú kollvarpast. Það eitthvað staðar, það eitthvað sem hún vilt ekki snerta á, þorir ekki snerta á, og það að hamla sýnina þína. Þú með minni yfirsýn fyrir vikið. En þú með eina ferðina enn, þú með svo mikið stuðning, þú með eitthvað með þér sem til í að fara alla leið með þér. Það til í að standa með þér og ganga alla þessa leið með þér og vera stólpanir með þér. Það einhver eða einhverjir sem að, alveg tilbúin til að standa undir með þér. En þér hættir eitthvað staðar til að, ef þú upplifir eins og þú sért að tapa, að þá ferðu í flótta. Og það eins og þú sért, þú þarft stundum að þetta ekki alltaf allt undir þér komið, Og þú verður að athuga hvað skilur eftir þig. Það að þú flýir eða það að þú skulir alltaf berjast áfram og þú ert alltaf með stuðning með þér, en það rétta í stöðinni, þetta alltaf það rétta í stöðinni sem þú ert að gera, ertu að fara inn í þetta á réttum forsendum. Þú mátt alveg við því að sækja þér, þú kemur enn riddarinn af því að þú ert í einhverju þroskaferli og þú mátt alveg við því að sækja þér þekkingar, þú mátt alveg við því að mennta sjálfa þig. Og það alls staðar í boði. Af því að þú með leiðsögn til þess að sýna þér hvert þú getur farið og hvar þú getur sótt þér þekkingu, fræðslu, menntun. Það einhver sem getur alveg vísað þér svolítið veginn á hvert þú ætti að fara og kemur enn og aftur samvinnan. Það rosalegur stuðningur fyrir þig, þú með svo mikla samvinnu með þér.
og hérna kóngur í sverðum að taka við í rauninni taka við gjöf af þeim sem yngri Þannig að, og það kannski heldur hluti af þessu hroka sem þessari blindu sem þú varst með hérna áðan, að þú mátt ekki telja sjálfa þig vera endilega sá reyndasti í bunkanum. Þú hlustaði líka á þá sem eru þér yngri eða óreyndar eða hvað nú. Fáum niðurstöðu. Já, við vorum búin að sjá það að ef þú klára dæmið, ef þú brúar þetta bil, þá verðurðu heldur betur magnaður. Við vorum búin að sjá það. Þá getur gert raunum hvað sem þá verður svo miklu jafnvægi og þitt innra byrði og innsæi verður svo kröftugt. Ég má segja galdra fram hvað sem Hún verður í svo tilfinningalegu jafnvægi og tilfinningalegum þroska og þú verður svo óbúðslega reyndur og svona þú átt eftir að kunna svo mikið í þinni sérgrein En þá kemur hérna Emperor að sækja viskuna til æðsta prestsins og það einmitt þarna þar sem að var þér falið áðan að þú átt að til að vera svolítið keisarinn á hvolfið sem að kannski heldur dómharður og ekkert alltaf réttlátur og ekki alltaf hvað segi ég til þetta svolítið í égið og egóið, gleymir svolítið að kanna sína eigin flísar Hérna hann að leita sér sem sagt ráðgjafar frá æðsta prestinum af því að hann að sækja sér visku. Þannig að þetta hluti af niðurstöðunni þinni það að þú þroskast úr því að vera keisarinn yfir í að vera æðsti presturinn. En þá þarftu svolítið að rétta við hann á keisari held ég fyrst ef þú ætlar að þroskast úr því að vera svona yfirvald eða boss eða hvað nú yfir að vera leiðbeinandi. Og þetta rosa bil til að brúa Þú sér það, við vorum brúna hérna í spiluna áðan. Hér erum við með brúna, það þarf að brúa þetta bil. Þetta bil sem þú þarfst að brúa. Og munt brúa ef þú ferð svona inn í þessa vinnu. Og niðurstöðunni fylgir aftur lovers. En þetta það sem gerist á milli lovers eða elskandana og vaxins. Það að segja, lovers standa fyrir ýmislegt og meðal annars standa þær fyrir því að við höfum alltaf val, við veljum. Og þú þarft að velja þér stefnu. Og þú þarft að velja bæði hverju þú gefur eftir, hverju þú gefur ekki eftir, hvernig þú hverju þú fórnar. Þú verður að velja. Og eins líka sjáum við jafnvægi milli karla og kvennorku í þeirri mynd að það verður að vera samstaða til þess að vernda þetta allra dýrmæsta sem þau eiga. Og þá bara spurning, ætlar að velja það að vera jafnvíg á báðum stöðum. En þetta alltaf val. Þetta alltaf val. Þá kíkjum við aftur á það sem falið. Það sem þér falið að þú ert komin inn í vegferðina. Þú ert búin að stökkva út á brúninni, þú ert lagður af stað. Aftur kemur ás í vöndum, það að segja eitthvað tækifæri þér að birtast og það að fara
þú ert að fara að geta sýnt hæfileika þína á einhverju allt öðru sviði, sko, í allt öðru ljósi. Þannig að þetta er byrjað, þetta ferli sem ég er að tala er byrjað núna. Og aftur kemur, sem sagt, þetta varðandi að sækja sér reynslu og menntunar, sko. Hér kemur að þú ert ennþá bara gosi. Þú ert ekki orðinn riddari, þú ert ekki orðinn drottning, þú ert ekki orðinn kóngur. Þú ert ennþá bara gosi, þú ert ennþá bara svolítið nýútskrifaður. Þú ert hellings eftir. En þú heldur að þú sért honum keisarinn, sko. Og aftur kemur, sem sagt, nei, þetta er hölmynd. Þú þarft ennþá að fá leiðsjón, þú þarft ennþá að sinna innri vinnunni. Þú þarft ennþá að vera í einverunni og í innri vinnunni að horfa inn á við, skoða sjálfa þig. Af því að þar á eftir, þá getur örlagahjólið haldið áfram að snúast. Og hér kemur aftur þetta jafnvægi milli karl- og kvennorku, að kynin, líffræðileg kyn, skipta engu máli. Þú þarft ennþá að vinna upp þetta jafnvægi milli karl og kven, þar sem við sjáum í spíruna þó svo að karlorkan og kvennorkan eiga til að stanga svolítið á. Þegar við höfum nægilegan þroska, þá erum við með þetta saman. Við bjóðum fram kvennorkuna og karlorkan getur tekið við henni fagnandi og í trausti. Þetta er tilboð, þetta er boð. Þetta þarf að komast í jafnvægi hjá þér. Það er það sem ég held að þú sért eitthvað blindur á. Þú þarft að fá jafnvægi í karl- og kvennorkuna. Þú þarft að fá eitthvað staðar, sko, mýktina og mildina með stefnunni þinni. Já. Til þess að geta orðið þetta góða partí sem ég langaði í. Til þess að, sko, þú fáir, sem sagt, draumaðinu uppfyllta með, veist, fáir óskina þínar uppfylltar. Já. Ef þú ætlar að klára þetta prótið þannig að þetta endur bara góð í partíi, þá þarftu að klára þessa grunnvinnu sem tengist eitthvað sambandum þínum á milli karl- og kvennorku. Þetta ferli er byrjað, en þú ekki gleyma þér í einhvern hroka eins og þessi Emperor og Kolvi sagði þér áðan. Þú ert ennþá bara lærilingur. Þú ert ekki búinn með innri vinnunni, þú ert ennþá að halda áfram með innri vinnunni. Þetta ferli er farið af stað. Nú þegar. Og þá skulum við fá monologíspil, hvernig þetta er. Ok. En þetta. Ok. Nýtt tungl, nýtt upphaf, ný hringrás að byrja. Nýtt tungl í Meyju. Nú er góður tími til þess að gefa í stað þess að þiggja. Það snýst ekki alltaf allt þig. Þú þarft ekki alltaf að vera númer 1. Það er ekki þar með sagt að vera að láta valta yfir þig eða detta inn í meðvirkni, en stundum er einfaldlega bara sætleg að gefa en þiggja. Vertu djarfur og eigðu frumkvæðið. Hvort sem þetta varðar sambönd eða vinnuna þína, það er eitthvað, þú ert að setja af stað einhverja nýja hringrás. Þú verður líka að vera svolítið djarfur í því að fara inn í þessa vinnu. Þú veist, það þarf hugrekki til þess. Í þetta projekt sem þú átt eftir. Það þarf hugrekki til þess. Við skulum fá gyðju.
kemur Persephone, inexperience, reynsluleysi. Hún áminning það að við þurfum að nálgast hlutina stundum svolítið út frá því að í rauninu vitum við ekki neitt. Eina sem við þurfum að vita að við vitum í rauninu ekki neitt. Ekki búast alltaf við því að þú kunnir alltaf, vitir alltaf, getur allt. Já, reynslan og viskaðin hefur sitt gildi og það verður ekki tekið af þér, en ekki þetta í hroka. Og það allt í lagi að þú viðurkennir að þú skiljir ekki alltaf allt, að þú vitir ekki alltaf allt. Og vertu forvitin og vertu þannig að það sé, taktu við lærdómi og visku og leksjum. Taktu við eins og við sögðum hér. Vertu opinn fyrir lærdómi annars staðar frá og oft einmitt frá þeim sem að yngri eru eða virðast oft reynslu minni eru búin að vera að gera þetta styttra en þú eða hvað nú. En leyfðu þér að vera stundum bara svolítið bláeygur og saklaus og pínu barnslegur. Leyfðu öðrum að leiða þig og kenna þér. Hún ætlar að fylgja þér inn í þetta verkefni og styðja þig í gegnum það. Þetta var nautið. Ég vona að skilaboðin komi sér rétt af stað og ég segi bara takk fyrir mig.